Það ekki oft sem að við byrjum ekki á Kickstart My Heart en FM 95 Blöður hafi göngu sína á þessum föstudegi og ástæðan fyrir þessu opnunarlagi að sjálfsögðu 10 ára afmæli FM 95 Blöð klukkan 4 og það rúmlega fullu bátur hérna núna í stúdíónu því að fyrirliðin hann á sínum stað varafyrirliðin og markaskorinn hann á sínum stað en svo hvað eigum við að kalla hann? Bara kóngurinn Hjörvar Hafle mætturinn að hinga í stúdíó líka Verið velkomnir allir, drengir Sittiti Það er hann kóngurinn Hann fekk kóngurinn í dag En ég var að segja keisarinn Já, managerinn eða þú veist, ég veit það ekki verður kannski að tengja liðinu Já, bara managerinn Það er grjótjátt, ok, gefum hann kóngurinn Okkar besti maður Hjörvar Hafle, hann er mættur Hann er mættur af því að eins og kom inn á þá 10 ára afmæli FM 95 Blöð Pæli í þessu 10 years maður 10 years, þú 10 years á tökkunum Já, búin að standa mér svo hit Já, þú veist, það er ekkert vesen hinga til Nei, það er ein skita inn Já, ein er kannski svolítið en málið að ég heyrið út með lagið undir, það er allt upp á 10 Það er allt upp á 10 En Hjörvar, hvernig erst þú? Ég var að mynda að rifja upp þegar ég var að hitta vinkonum mínar í morgun að hvernig bara þessi fyrstu ári í FNÍ voru Þú varst að hitta vinkonum Þú varst ekki að hitta henni vinkonum í morgun Já, var að hitta vinkonum mínar og vorum að mynda að ræða þetta hvernig þetta var fyrstu árin og þetta var eins og ég hef áður sagt sex, drugs and rock'n'roll Það voru 2011 og 2012 þá var stundum þá var ég búin að djamma til 3 nóttina og ég var bara svona hvar er ég, hver er ég og hvað er ég að gera Og var það alltaf þetta fyrir 95 Blöð? Nei, veist, þetta var bara eitt ristótt djam og það er allir bara eitthvað sér ekki eftir þessu öllu þessu djammi og ruggli og öllu þessu sé ekki eftir neinu Það er gott að heyra og sjá sé ekki eftir, þú veist, það er aldrei bara herra, þú lítur að sjá eftir þessu af eitt alveg einhverjum 4 árum bara eitthvað djam Nei, sé ekki eftir neinu Það er gott að heyra Egil, manst þú eftir þessum tíma? Sex, drugs and rock'n'roll í byrjun FM 95 Blöð Já, ég man að við vorum hann að félagarnir í Skaftahliðinni vorum ekki með Ocean View eins og í dag vorum hann einhverju litli hólu En ég var með föstudagana Já, Steindi náttúrulega var ekki fyrstu, tæp 3 ári Nei, þetta skein hún fyrstu 3 ári Kom seint inn Já, ég er búin að vera í 7 ár Já, 7 years 7 years Það sem vandaði einhvern veginn sko í Skaftahliðinni er að við vorum ekki með þeir bar í svona göngufjalla Já, sem að það var alveg kostu við það líka ég var að reynskilja Það er kannski alltaf að rifja upp hverju voru fyrst Það var Björn Bragi Já, hann kíkjur eftir Sveppi kíkjur eftir Pétur Jóhann er með okkur í dag og Hjöpp er nú bara mættur Þannig að það verða allir sem hafa tengst þessum þætti í dag Eina skitinni hefur ekki föstudagslag en það verður kannski næsta föstudag Já, það vantar svessa Við náum ekki öll í dag sko Nei, það er ekki hægt En sko, ég ætla að séu margir hlusta núna sem eru núna að hlusta sem hlustu á fyrsta þáttinn við erum búin að hlusta á nánast hvern einast Haldið það? Ég veit það ekki, maður er ekki að stiði dedicated fan sko Já, sko, það verður fallegt ef svo er Hjöppi veitum eitthvað á Skaga sem er bara, hann veit sko, ef þú spyrði hann, herri, hvenær þetta hérna símat, það veit hann bara, herri, þetta var 2010 í september, þætti 3 Það eru sömur sem vita þetta Það er alveg nokkra þannig týpur sem að bara setja, ef maður spyrði þá, herri, hérna, mannstökur, já, nokkra þannig á Instagram ég get spurt bara, herri, mannstökurinn þetta var og hann veit það Já, ég elska þetta sem er algjör veistla og talandi veistla, við erum með rosalega, ertu búin að taka það í grímuna, Hjöppi? Já, hvað að taka með svona rétt á menni í tala Já, þetta er rosa gríma Ég held að við séum máli, Dr. Fótbolgríman Ég fór að testa í gær því að hérna út af því að ég er COVID free King Þórulur er alltaf með þá reglu að í hvert einu skipti sem ég fætti tenni og þegar ég mæta Suðurlandsbraut 2 dögum eftir og fá þetta helvitis prekjubinni máli það sem er svo þreytið þetta, ég þarf að labba inn á Suðurlandsbraut ég veit ég er ekki með COVID, ég labba inn pumping fresh sko, í gær sett prekið helviti langt inn hún var leiðilega í gær sko og sem ekki SMS og ekki með COVID shocker, ok þannig að þetta var kortes ferð sko, ég held að ekki það Já, ég held að eitt sem að fólk veit ekki að því að svona behind the scenes gerist óbúslega mikið í fjölmiðlum er að ég átti aldrei að fá að vera með í FM 95 Blöð Þetta var ákveð á 3. degi og það tekið upp tónlistavídeó á laugardegi Það er sönn saga Af því að Steindi átti að vera á 50 dögum Já, Pétur Jóhann og Steindi stungu blöðurinn í bakið Pétur og svo blöð ég var blankur á þessum tíma og hann sagði hvað séum 25 skall hvern einasti djúðus 50 dag ég sagði where the fuck do I sign ég sagði, þú veist þeir báðir og að því að þú veist ég kom að konu minni grátandi núna daginn og spurði byrju hvað er að
af því að ég var reikinn úr FNÍ blöð á sínum tíma og blöð býr núna í einhverju höllarna í Fossvoginum í dýrasta hverju á landinu Gilsanum var að sæna inn Rolex og náttúrulega moldríkur og þú varst að kaupa, hvað var það ekki, þetta rísa hús hérna í Mosó en það er, og veist bara og peningarnir sem maður misti af þegar að vera reikinn úr þessu fokkin blöðsjói en ég gleymi aldrei bara hjá mig, 25.000 skall fyrir hvern einasta föstudag sem þú mætir 5 dag Where the fuck do I stand og ég hljóp til að sæna þennan dýr En talandi svona hérna hluti að því að 10 ára afmæli þá getur svona velta steinu sem hafa kannski ekki komið fram áður það var einn maður sem var að vinna mikið með þér á þeim tíma sem að vildi ekki að þú myndi fara í FNÍ það var Gummi Ben Já, og hún fannst þetta mjög vond hugmynd Já, fannst þetta fyrir leiðan þína en ég sagði við hann 25.000 skall aukala á fucking viku I'm fucking there En í dag er GBN fan of the show og mætti reglulega í chit-chat Þetta breytist Gummi Ben okkar maður það er allt Þú ert búin að bera þig hatchet við hann eða ekki? Já, það var aldrei hatchet Hjöppi sagði mér þetta bara ekkert þú voru blindfullir í New York Já og sagði bara, það var einn maður sem vildi alls ekki myndi taka þátt í sér, nú, já, það var Gummi Ben ég bara, ok það var ekkert meira hatchet en það, sko það var mjög létt að grafa hann en sko, já, við erum með rosalega það, Pétur Jóhann og Sveppi kíkja, Björn Bragi kíkja líka við erum með klefa, við hendum Pétur Jóhanni í svona eitt mest legendary síma að FNÍ blöð frá uppæði við sennilega hérna, hvað segir kjallinn Hvað er konseptið? Já, yes þegar maður öskra það og það var einhver sem var að spyrja hérna, held þetta væri einhver annar Mætir Pétur Jóhann eftir í spjall eða hann bara með klefa? Já, ég með náði virkilega góðu hérna spjalli við Pétur Jóhann og Sveppa í gær Já, kemur Mössum eftir Já, Mössum kemur eftir Þú ætlar að henda Sveppa og Hjöppa í spurningakefni Já, sko, þess vegna var ég að panika yfir þetta Sveppa myndi ekki að koma sko, Sveppa kemur Og það því að þú sagði mig ég sagði Gilsari verðum spurningakefni og ég sagði ok, ég ætla að vera með King of the Decade Ég sagði þetta aldrei Gilsari verðum með spurningi ég sagði Egil ætlar að vera með spurningakefni sko, og málega King of the Decade þá hugsaði ég bara, milli þín og Stóni hver er búin að, segja bara síðustu 10 ár hver er verið kongurinn þar og sko, ég gerði það, ég bjóð það til en síðan sagður þú mig en það var gaman líka að fá Sveppa og Hjöppa í spurningakefni þannig að þá var ég að hugsa hvaða koncept væri gott í því þá var ég að hugsa, ok, hvað er þið sameiginlega Sveppi og Hjöppi Er ekki það ég reykja mín vegna, sko steindi mann að veipa henni mjög lengi, sko Hann að reykja ímyndaða síkar Þetta er alveg síkar hallarslegt Ég er með King of Traveling og það er sko málega, þeir báðir ferðast mikið þeir ferðast mikið báðir og þeir báðir, sko, ég held að fáir íslíkar að ferðast meira en þessi tveir kannski þú og og ég er með svona gott take á því ég er þessi 50-50 bet Mössum og Hjöppi Ertu King of Traveling? Nei, ég myndi ekki segja það en mér langaði samt að byrja þáttinn á að óska þér til hamingju ekki mamma en að hún er að gifta sig í kvöldið ekki? Já, í dag, ég er að fara í brúðkaup í til hamingju Já, takk fyrir það Og er það Tyrone kraftferðarmerinn í Hamar ennþá eða? Þú er góður Nei, það er hægt saman Þegar þú voru eitthvað að leika sér fyrst þegar við vorum í þáttunum 2011 Nei, þú voru aldrei að leika Hver á að leika sér? Hvað heitir maðurinn? Það er ekki Tyrone Nei, hann heitir Haraldur og kallaði Halli og hann er að veiða humar King Halli Humar Halli Humar Halli Mamma mín var aldrei að hitta neitt mann sem heitir Tyrone Ég keipti eins og humar, sko Það kann ekki ágætt hennar Ég er alls ekkert meira en góðan humar Þú borgaðir humarinn eða ekki? Jú Og borgaðir vel fyrir hann kom aldrei humarinn? Nei, kom ekki En þú veist, en ég fekk kennsluna á hvernig ég ætti að elda og þessi situr eftir á mér eftir öll þessi hár, sko Nú ég veit hvernig þú kemur til mín í kvöld og segir, hérna, Gilsi, eldaðu humar Það er ekkert vissin Veit nákvæmlega hvað ég að gera Hjörvar, nú ert þú búin að þekkja eigi lengst á okkur öllum hérna Er til maður í Íslandi sem er lettar að blekja heldur en eigi? Nei, það er bara 100% ekki Þetta er svona samblanda af einum heimskastamanni sem ég þekki en svo getur hann að klára ákveðnu svið Þetta er svona eins og allir snillingar þeir eru sterkir ákveðnu sviðum en svo algjörlega, þú veist, það er svo mjög mun það er ekkert milli Hann kemti potasett á 1,3 Já, ég er bara búin að þekkja hann í hvað reyndar alveg 11-12 ár og það er til 5 svona sögur hann það sem er bara að vera svíkjan penning
Þessi hugvarsaga náttúrulega legendary því að gæinn lofaði að hitta hann klóðan 5 og fór fyrst yfir að hvernig ætti að elda þetta og svo beið gilsarinn á aðfangadag klóðan 5 og kom enginn humar Búin að bara aðfangandi. Já, þetta var á jólunum sko. Það er rosalegt. En það var samt sko út af gaurinn, hann þurfti að losa humarinn út þannig að hann varð að fá peningin fyrst áður en hann Já, og gilsarinn að sjálfsögum mætti með kæsi Já, þetta er peningurinn. Það er mjög auðvitað að Kemur humarinn svo bara hvað borgar Það er mögulega ástæði fyrir að Kolbarn bauð mér í pottafundin hann á síðan tíma Já, sem enda í 1,3. sem er enda sem bestu fjárfæsting sem ég gert sko. Heyrðu, konaðin er bara ekki sammála. Ég spurði hann út í þetta út á Tenerife. Hún Þú sagði að það væri ömurlegir Nei, hún pottar. segir bara út af því eggin festast í botnin. Það er eina sem er Svítu bara stór mínus. Já, festist Nei, sko, allt í- þetta eru stálpottar og sko, þetta festist í botnin á stálpott. En þú sem að bodybuilder, er það ekki það sem þú hvað, Jú, segir maður, ég steikir eða bara góðan í eldar mest? játpott. Þá var það ekkert þess þá bara rennur eggin alveg þægilega Þú er alltaf sagt að þú þurfir ekki að kaupa neitt annan pott. Nei, ég þrjóskast við elda eggin hana. Ég veit ekki hana þegar þú sé ég ætla ekki að fá mér játpott. Nei. Því miður. Já, það er bara svo þér. En hvað það var eitthvað sem ég ætla. Já, náttúrulega það er búið að herða á öllu. Það er þetta skellur, drengir. Snild, ég hef fríkan ánað með þessar herðingar Þetta er bara einhvern veginn Ég er Þetta alveg varð sammála. að gerast Já, Þetta er bara ég er einhvern veginn sammála. varð að fokkin gerast Ég var bara einhvern veginn, hvernig á að herða? Já. 50 manns minnst þetta er eiginlega og mikið Þetta er 25 og mikið 25 og mikið að mínum og svo er það, þú veist, 500 í sæti. Mér finnst þetta að vera alveg fráleitt. Sko, þegar þetta ég átti að vera labbaði miklu inn færri. Þegar ég labbaði inn Því ég var að hugsa gömlu góðu dagana Þegar við fórum alltaf FM95 blöð Keirt í sig með að þátturum var í gangi Svo var blöðarinn Herru, og það er- sútaði það er þessu upp. jólabjór hérna, Já, túborg ég út veit um það, allt. veit það. Og alltaf farið á B5 kvöldið Já. Það var bara alltaf hann Bara King blöð, mættur á B5 Alltaf með flöskubor Blöð Valva King blöð kongurinn á bifanum sko. Veist, ég sé alltaf við fólk Hvað er kongurinn? Og fólk er alltaf, hver er kongurinn? Nú blöð Guðbjörn góður. Það er bara kongurinn Já. Svo hann var bara með eina reglu Það var alltaf flöskuborð hvert sem hann fór Það var risastór Jú, það var bara eina regla Þessi guð fór ekki á skemmtistað Þegar hann var í flöskuborð Ég sagði við Heiðrún eða ég fór hérna Sagði, heyrðu, ég er að fóra á flöskuborð í kvöld Það var ok, góða skemmtun Svo fæ ég bara þessi, þú veist, við erum ára heim eftir þátt Já. Nei, ég er bara í brúðkaup hjá mömmu minni. Þú varst óskar mig til hamingju En sko, með það. ef að heyrðu, blöð hann væri ekki að Humar fara er að Ef að blöð væri ekki að fara í brúðkaup þá var ég búin að læna ykkur Já, ég get alveg Þessi lofað því. gaur redda alltaf flöskuborði Hann bitnar Þetta var bara á þessi kongurinn okkur. Þetta er bara kongurinn, það kemur Já. flöskuborði Hjörvar. Þessi gæi, Please, hann getur redda flöskuborði allstað Reyndar þú rettaði sko, ég hef verið með flöskubor með þér á dönsku sko. Já, Já, þetta er skemmtilegt. Ég er að spája að fara. híkalega öflugur í því sko Bara reddar alltaf flöskuborði Já. Bara er blöð, hvað á að gera? Og ekki frá flöskuborði eða? En hvað kom í eins og skemmta í brúðköpunni í kvöld? Þetta er bara svona kósi út að borða og bara fara að þetta er ekki fjarskóna 30 manns. Yes, ok Ég er titlaður sem veislistjórnir. Það verður svo sem ég er ekkert að stjórna Það mikið stáði veislu. það strengið það Já, ég tek kannski eitthvað. Þú voru að taka Halla Huma Það fyrir er landakössan eða? Ég veit það ekki. Ég hef ofta að spyrja hann. Já, ég myndi Það er svo fáir að ég efaði með landa hvers fá að koma. Ég- Það bjóðunum heldur seint og ætlar að heyri honum að þér sko Þetta er brúðköp í kvöld Sko það er nefnilega munur á mér og þér Egill. Ef einhver annar er að halda veislu þá leyfi ég þeim bara að bjóða fólkinu sem þau vilja fá. En til dæmis ef ég er að halda veislu þá fæ ég svona 6 símtöl frá allir. Honum er ekki búið, þessum er ekki búið. Það er ekki að bjóða þessu. Það er óþólandi. Sko, Haltu bara þín eigin veislu og bjóddu fólkinu sem þú vilt bjóða. Ég vona þeirra vegna að landakösi ekki koma. Jú, það verður ekki. Sko hann er náttúrulega eins og sonu fyrir mömmu hann. Já, en ég meina, þú veist, hann mæti með landa sko. Ekki hleypunum í bóluna sko Nei, Það er bara alls ekki hleypunum í bóluna Ekki leipunum í bóluna sko. Hleypum það er enda löst eitthvað. Herru, býtu, já, ég er búin að fara yfir allt hérna, sko, þannig að eru að fara bara í King Bubba hérna. Nei, ekki King Bubba, takk Nú, Ekki, þú við veist opnum þáttinn alltaf á hann. Já, bara takk Nei, takk Takk. Já, alls ekki Þetta er mesta svona average white dick orka sem hún getur gefið frá 3,41 ás average white dicks með útastátt Byrjum þetta á Bubba Ég er 36. Blindsker Eða veist Alla gellur sem að hlusta núna Það síðast segðan en að hlusta er eitthvað average white dick eitthvað Bubba tónlist Já, ok, líka með gælur, eins og ég. Þetta eru Ég er búin kópavóðsstæð. að tala við svona Þú veist, ég var að tala við vinkonum mér í morgun og það er bara svona bara þólikis average white dick orku í þér að byrja alltaf að Bubba Það er serpin með Bubba, gjör það svo vel Ok, Þú ert hérna sem Já. gestastjórnandi. Hvaða lag viltu? geti ég fengið að heyra Where is Pussy? Guð minn góður hér. Er það ekki verra að vera 41 og hérna kallmenn að spila, þú vilt líka bara hlusta á Where is Pussy að því að lagi heitir Where is Pussy. Ég barðist við Richard í 3 mánuða berúðin að fá þetta í spilinu á FM og ég náði því ekki í gegn
Byrju, Bara eftir erfitt að eiga að Bridget. segja Ég vil hlusta á Lagið lagið geggjað. Where is Pussy af því að mér er skaman að segja Where is Pussy Já, ég þekki það vel að það Lagið Það er ekkert með það að sko, gera lagið Það er er mjög geðveikt gott. lag. Það er allt með það að gera. Það er Lægið er beatið. mjög gott sko. Ok, Lagið er geggjað. Ætlar að setja það á? Já, Hjöppi mættur hérna búin að vera lengi frá ég gera það fyrir hann Það ekki? Takk, Það er samt skrítið takk Engin bubbi í byrjun, það er þetta 10 ára ammali Það er stemming Herra, þetta er óskalag fyrir Hjörvar Hafleðarsson hér í byrjun þáttar Hann vildi ekki bubba Þannig að bubbi fekk pásu Ég veit ekki Og average Cardi B. white dick energy Nei, Ég veit ekki bara að herra Herra, við náðum því En ég fikk fyrstu komu. serban með bubba Já, herra, byrja hans average white dick að með serban með bubba Herri, jæja, en það er komin annar snillingur í stúdíóð sem að var með okkur frá byrjun Hann heiti Sverrir Þór Sverrisson og oftast kallað Sveppi verður velkomin Sveppi Það er gaman að sjá okkur Því skapti Þetta í stúdíónu Hvernig er Sveppurinn? Já, ég er geggjað sko Nei ekki Já, Og sko, þú þurftur að koma að stemma Hvað, matabóði kvöldstæðinu? já ég er með partí heima Er einhvern tímann ekki partí heima þér? Já, er það ekki krakkar? Það er stundum ekki partí Það er báða strákarna sinna þetta Það byrjar Þau alltaf eru þessir eru vanir því að sopni háfa það Já, þetta byrjar allt í gullahúsum Já, maður líka, þú er, sko, þau eru alveg börnin Já. þá eru alveg bara strax þannig upp þegar þau eru pínulítil, bara frá því þau eru bara á brjósti Já. háa því Já, Riksua Háaði. Vera með vesen. Það er ekkert verða að þú ert heima með einhverjum og það má ekki tala Svona næst að lækka Þetta er bara, heyrðu, þú ert að gera það rangt, kallið minn Já, það þarf að gera þetta Það þarf að Riksuaðinni á gröfum Hver er að koma í dinner í kvöld? Það er alls konar lið, sko Já, Prófessorinn Kalli, Kalli Prófessorinn Kallinn, já. Það er konan hans Björk Já, aldrei Ritstjóri hitt, en- Július fucking Hafstein Júli maður Júli Hafstein Já, það er topping, Konan hans, maður, hann er Hann geggjör elskar að fá sér Dói og Já, Þetta er svona Alveg alveg partí fyllibiti Við tókum klefa, Sveppi, við tókum klefa upp í gær sem við spilum hérna eftir sem að Sveppi er að grípa fram í en Egill var búinn að semja spurningakeppni fyrir Hjörvar og Það er Sveppa því ég var að gera Er ég að fara í það? Já, þú ert að bara að keppa Strákar, þið þurfa að fara til bíl og ekki stilla út af Þetta er ekki dónulegt sko Málega er að ég var að hugsa Sko, ég hugsa konsept í keppni fyrir þig og Hjöpi Sko, hvað er því svona sameilegt? Er þetta Hjöpi vs. Hjöpi? Wow! I meant to joke about Þannig að myself sko, ég hugsaði bara Þeir eru báðir Tjekka bara það sem Báðir fjölmjölamenn og comedians og báðir helmassa og allt þetta Comedians, Hjöpi er ekki comedian Ekki vera að draga hann á comedian Magni Það er einhver fótbolta vitlýsingur og góðbúi sko. Verður sætt að gefa Hjörpa það hann er með þeim findanir sem ég hitt sko Já, En hann er ekki að comedian samt. Sammála, Það sé hvað ég sammála hugsa Þetta er líka tveir kongar á keilöðlunni Hann er með bingoið og hann er með pubquizið Já, við eigum keilöðlina Keilöðlunni Einu póki krónu fyrir það Þetta löpuð að nöfum eins og herfóringi Hórum ekki á augun og fólkinu Þannig ég hugsaði King of Traveling Þegar þeir báðir að ferðast mikið Og ég er að velta fyrir mig Hver er svona meiri kongur í ferðalög? Það er Mushroom eða Hjöpi Þetta er 50-50 koncept, það er alveg gjörsamlega Áður við förum í spurningkeppnina Hjörvar, býstu við sigri? Já, ég er alltaf svona Útnættu kongur þegar kemur að þið ferðast? Já, ég held að Já, Þetta er þessi kongurinn Já, líka allar þessar keppni sem að gilsi með þar heita eitthvað svona King of Traveling og maður fær svona von í hjarta en svo veit maður að þetta er bara bullshit sko Já, það er enda þannig, þetta hefur örugglega ekkert með ferðalög að gera Hendum okkur bara í þetta Já, Ég var byrjum til á að vera þetta King of kongur. Traveling Ég er með 9 spurningar Það er ofnir mikið á mér í dag Þannig að keyrum við í gegn Vá Hefur verið fullur í svítu í Vegas? Já, ef þið kallir þetta svítu Hvað er svíta fyrir ykkur? Hvað er þetta? Það er staðfesti á hjá Sveppa Já, jú Nei, Akkur þess að Já, reynda, hann var alltaf döður út að bakka sko Næstu þú sopnaðir á hérna bekknum og fullorðna fólkið fór og breytti yfir þig. Vandamáli hjá mér sko er að það meikaði ekki vinnu minna eins og Sveppa Þú veist highest income vinnu minni með 20 miljónar ári Þú veist Það var það sem að vinur hans var með sko 3 dögum Þannig að þú veist income in my friend Þú veist vinahóp er bara ekki á stað Þannig að ég hef ekki upplegað þetta Nei, ég veit það og það er alveg rétt og þess vegna bara fyrir þær sakir er ég með pínu forskot Já, ég veit það Í þessari keppni? Já, Já, kannski Já, En það var ekki Þegar þú aðstofa segir landslistjálfarum að þakka ég hef verið drukkin í svíti í Vegasósum Ég með það er 1-0 fyrir þess strax En sko talandu það, hérna, út af Vegas, sorry Egill Allt í lagi, mér líkur ekkert á sko Hérna, er eitthvað gamlar í þér, Hjörvar? nei Nei, hefur þú farið til Vegas?
Svo pappi minn gambler og ég bara ákvað sjálfur að reykja aldrei eða gambla. Þú hefur á toppnum án tóbaks í 41 árið. Já, jú. Það bara, ég ákvaða bara sem barn, en þú veist, geti verið besti reykingamæður þjóðarinnar ég myndi vilja. Ég er búin að stúdera reykingar frá ég var 5 ára. Hjöppi geti tekið réttu bara í 4 smókum. Bara maður sem tók 4 pakka á dag, ábyrðlega svo besti á Íslandi. Já, bara rosalug. Bara hann var stundum með 3 í gangi. Einu í öskubakkarum. En hefur þú komið til Vegas? Nei, ok. Hefur ekki eftir Já, ég meina, það eitthvað sem að Hjöppi á bara inni. Já, þannig að 1-0 fyrir Sveppa. Já, 1-0. Hefur þú stundar samlíf erlendis? Já. Hvað volið þökkum? Nei, ég menna veist Það er það sem að lífi snýst Já, eða ekki Það er með komið til útlanda til að stunda saman Já, ég veist, við vorum saman ég hann að maður stíði Locarno félagarnir Já Það mættalega ekki þá Nei, það var stutt Eina vesen að Sveppi með 2 gríslingamessir inn í stúdíónu. Þetta ekki þælast í heimi fyrir hann. Þeir eru til í útlanda Nei, Hjöppi, hvernig staður hann fyrir hann? Ég einu svona ógeðslan gæði að segja við mér, nú er verið að fara í brosferð. Ég segja, veitu hvað áttu við? Ok, ég vil ekki segja. Þetta var svo mikið viðbjóður, sko. Þetta er brosferð. Og það var að borða og svo eitthvað Og utanlandsferð. Er þetta nærbuxnalaus helgi í London? Ég man þegar hann sagði þetta mig, ég bara svona, Brosferð. Ég var ekki graður allar ferðin eftir að hafa heyrt það. Það er 2-1 fyrir Mushroom. Og þetta er mjög spennandi. Hefur þú skellt þér einhvern tímann í Króksara AC spilafíkla mökkferðina? Þetta er rosaleg spurning. Hjöppi hendur í fokk. Já, ég bara, þú veist, mér aldrei eru búið í fyrsta lagi. Myndur þú koma með? Hjöppi Nei, þeir voru aldrei búið mér. Ég hef aldrei fengið símtal úr blöð eitthvað, var ekki eða þetta að fá þig? Nei. Samt ekki partið hans sem hann er að bjóða í, sko. Það er ekki Gils ekki að ringja og segja, þú er að bjóða Hjöppa. En er einhver sem Ég hefur alveg tekið þau En fær einhver boð í þess að ferð? Það vita allir af þeim. Það eru bara í febrúar hverju ári. Já, ég spila þessar ferð, ég hef farið og ég hef spilað þessar ferðir mjög taktist rétt. Einu sinni bjó ég út í Ameríku og tók á móti þeim og ég hef 2 sinnum farið með þeim áður. En ég hef alltaf farið heim á undan. Og þetta er bara kaldur og ég og slaka á. Var það plan? Svo er þetta bara kókain. Þú lest lítið út síðan. Það er fullt af fólki sem fatt ekki sem sé að grínast. Þannig að ég þól ekki kókain. Mér finnst bara svo góð lykt að því. Nei, þannig að ég fer alltaf eftir síðast þegar þú fóst fyrr. Var það plan og lest að lítið út þess að hörði ég þarf að fara fyrr? Nei, þá þurfti ég ég þurfti að fara. Sveppi veit samt hvernig það virkar. Hann vill ekki taka síðasta daginn í AC. Það er alltaf allt brjálað fyrsta daginn. Trillt, ógeðslega Þú vilt vera gaman. þá. Og þú ert bara að til klukkan 6-7. Þú vilt vera Svo annan daginn. vaknar bara fyrir hádegi og fer beint og aftur á stað og allur dagurinn. Sleppir jafnvel leggjunni þarna seinnipartinn. Alls ekki, Heldur bara þú bara- áfram, klára sig alveg. Þá ertu búin með 2 daga alveg straight crazy. Daginn eftir, þá er ég farin. Þá er ég inn í einhverju grúpp á Messenger og Menn eru hægir í gang. Eymdin á Messenger grúppinni. Blöðeimdin. Blöðeimdin sem er svo Hún smittar sko. Já, sko, það er 3-1. Ég ferðast með báðum þessum mönnum mjög oft, Hjöppa og Sveppa. Ekki mjög oft með Hjöppa en nokkur sinnum. Og ég fór með Hjöppa til New York. Hann er svona maður sem vil taka dagdrykkjuna og bara komin á kotta klukkan 10. Þannig ásamt að gera þetta. Þannig á að gera þetta. Ég gera það. Ég vil sofa vel í þessum ferðum. Sveppi til að keyra þetta alveg vel í gang. Sveppi hættir ekki. Ég held að ég sé eini maður sem hefur tekið alla daginn í AC og það var bara, heimferðin var vond sko. Það var bara kaltur sviti og ég þurfti bara að vera að biðja hérna svona láta check-in allt flugið sko. Biðum check-in. Ég bara, þú veist, ég þurfti að láta kíkja á mig sko. Bara heyrðu, ég er alveg að sopna. Væri til í elsku flugfreyja að taka púlsinn á mér á 5 minútum. Þetta er meira bara 2 litra vatni og grænt Pringles bara á kortisfesti sko. 3-1 í Mushroom og Hjöppi þar. Já, Hjöppi, þú ert búnt, þú ert keppnismaður. Hefur þú skellt þér til tenni með Gilsa? Já, það hef ég svo sannarlega gert Hann er bullat á lífi nú. Ég farið með Gilsanum á tenni og þú veist, það er alltaf það fucking sama. Þú veist bara, herri, við varum að prófa þennan stað. Það er besta strawberry tequila á Harry's og það vippu okkur yfir á Kimmeska og það er besta bókpannan. Maður bara, ok, svo getur maður þetta. Mesta Evans White ég rosalegt sko. Ég hef ekki farið með Gilsa til tenni. Nei. Og ég hef ekki farið til tenni.
Punkt. Hefur aldrei farið í Ég te? veit er það, Nei. rosalega er það eitthvað kaffi vestlegt eitthvað. Ég ekki heiti te. Finnst þið leiðilegt að kaffi vest? Nei, ég bara, veist hvað við? Já, það er bara, mér dettur ekki ekki sé að fara Ef ég fara til Tenerife, þá langar maður En þú var að segja ástöðinni, fara að Harrys og fæði strókarum og hitta bara lóð Ég ætla ekki að fara Ætlar að fara til Tenerife? Nei, ég er með einhver svona blokk í mér Kíktu Einu maðurinn á landinu sem getur ekki með Ég fordóma horfði á ykkur þarna út á Tenerife var enn ykkur í einhverjum plastsundlögum hann Það var æðislegt. Og lélugustu skemmtadri á hóteli sem ég séð á ævinni Ég var svo fegin að vera henni í frostinu að hálfaður nú En það er reyndar, talandi um Egil á tenni Við Steindi, reyndar ég fílaði það Ég verð að gefa þér það, það er ekki allir sáttu við þetta Egil sendi okkur bara ferðarplan Á þriðjudegi er ég búin að bóka þennan stað. Svo við Á erum fyrir fimmtudegi erum við að fara Við þurftum ekki að hugsa Nei. Það var bara Hann búin að bara plana bóka þetta. Þú þarft ekki að hugsa um leið og lendir á tenni Nei, ég segi hann var Þú bara þarft ekki gilsar hann til að hugsa Nei, ég átti bara að mæti í lobbyið á okkur tímum og það var bara búið að græja Það var helviti þægilegt Svo farastjóri Já, hann var bara að farast Svo mega skemmturinn hérna í kjallarannum á hótelinu Það segja bara Kings Valley líka að fara stjóri og voru með 2 sko En hörðu, ég mála þetta er mjög spennandi En þrjú tvö En sko, hún er mjög Nei, hæg og það það er er spöldum ekki- mikið en það er alltaf læg og það er ammælistáttur Hefur verið fullur með einhverjum af topp 10 bestu fótboltamönnum allra tíma? Ég gef alveg grænt að vera bara búin 2-3 glös Ég ætla að segja já Því að ég og Róta Matteus drukkum alveg rosalega núna og við urðum bestu vinni Ég hitt hann á apotekinu og ég fór að leika einhvern allt annar mann en sjálf mig Tókstu blöð Þess vegna líka hún svona vel við þig Þess vegna líka hann svo vel Þannig ég svona einhvern veginn leti eins og þetta væri bara gaman að hitta hann Svo voru bara að spjalla og hann spurði væri til að kæra mig til Grindavíkur á morgun með okkur svo að sjá gósið Ég sagði ekkert mál bara fáum okkur fleiri drikki og bara hættu alveg vel í okkur og fórum að ræða þvílga hluti endum í famlugum svo kláð 9 morgun eftir erum við ekki fært í Grindavíkur Sendi hann Já og ég bara jú við erum fært í Grindavíkur Ég sá á Instagraminu þú varst og með ég er á þannig average white dick bíl að ég let skipti við sko Heiðrúnu tók bílinn hennar náði í lótarinn fóru síðan saman og kerum landið þannig að ég er með já hann Sko Egil bjóstur ekki við jáið hann Nei, hann bjóst af Já, mig ég samt, sko, Þú komst aftan á hann? ég var að gæla við þeir getur báðið fengið punktana Ég var svona að gæla það en ég var ekki viss Já, ég veit ekki, top 10 Hvað kallar þið top 10? Já, þú veist, þú er heldið með mörgum góðum gæjum Já. Líklega með þeim bara, ég held að vera át og Þetta er allt einhverja svona ekki heldið með Messi einhvern tímann Ekki Messi, nei Ok Ekki fengið þér glas með Messi Ekki, ég farið með Ronaldinho borðað við hliðin á honum Ekki hliðin á honum Ég er meira í bara Dennis Weiss Fekstu þér beverage með Ronaldinho Fekstu þér beverage með Varstu með drikk og Ronaldinho með drikk Það er ekki stert í minningunni hjá Ef að mér. sveppi er ellendis þá þarf ekki að spurja hvort hann hafi verið með drikk En ég veit ekki hvað ég geti gefið hann punkt Það var með Dennis Weiss sko Heyrðu, ok, á ég að nefna Sola. okay, Gianfranco Sola Hann er þetta ekki Top 10 En hann nefna, hvað heiti gæinn? Ég vaknaði með Sveppi þekkir ekkert Nei Þú vaknaði með veski hans Luka Toni Já, nei Nei, hérna Motta. Tiago Motta Diago Motta Ég Hann er vaknaði ekki með veski top 10. hans Það er 3-3 Býta, hvað segir þá? Lóta Matteus Ég kom rosalega góð Þetta er álur skellur fyrir Mushroom Wow. En hefur verið fatt seimaður erlendis? Þetta er punktur að bá Já, ég sem sagt, það var þarna þessi landsleikur þarna í París Ísland, Austuríki og Hvað segir? ég sem þetta var mjög gýrað fyrir hann leik og var búin að drekka allan daginn Já, á svo er EM einhvern veginn 1-1 og það stefnir bara einhvern veginn í að í Austuríki sé að vera að skora svo kemur 2-1 og ég hugsa bara með mér shit, við erum fram með þetta Englandi síðst í Fraklandi í Nice og ég ákvað að klæða mig úr heyrðu það er bara eitthvað gaur í stúkunni sem verður eitthvað að mynda eitthvað Iceland Wild Celebrations og næri mér þarna svo einhvern veginn er það þannig já Það var svona glæður Hann var reyður samt Já, en ég var svona einhvern veginn reyður bara high on life, það var bara ég hugsaði með mér strákvæðin í landsliðinu vilja að fá mig inn á þannig að ég tengi mjög vel við menn sem hlaupa inn á völl heyrðu, en það er Ragnar Sigurðsson landslísmaður sem sendir á mig þetta fyrst Sæll, varstu búin að sjá þetta ég bara íta á þetta og verði batteríslaus dagurinn eftir var bara eitthvað mesti kvíði sjór og ég hef samband við gæjan sem sett þetta ég sagði hey, I just spoke to my lawyers you had no authority from UEFA to record this video
And I've spoken to UEFA and their lawyers are looking into it. Hann sagði eitthvað, I'll remove it. Og þetta myndband horfið í dag. En það var aðeins og seint eða ekki? Já, það var aðeins seint. Skítir að fara inn í viftuna. Það 4-3 nema Sveppi fái punkt núna. Það þarf ekki að ræða það hvort að ég hafi verið fatt seimaður í útlöndu. Það bara svona gefið. Það komst nú í fjölmjöla. Nei, ég að spyrja, það 4-3 eða 4-4 eða þú ég hef verið fatt seimaður. Þú gerði það. Ég? Já. Hvað mennur? Út í Locarno. Nei, en það? Voru ekki bara að fá okkur aðeins og Ég hélt það. Það er 4-4. Það er punktur. Hefurðu verið með gilsa á snekkju og búið til dífu sem for trending around the world? Hjöpadífan? Nei, maður ekki drenni. Ég get sagt ykkur það að ég fór gjössanlega brotin á þannig að mannstu ekki myndir af mér hérna í grænu skirtunni þarna. Grænu skirtunni. Það sem ég er búin að svona vefja löpunum á mig saman. En þú tókst ykkur dífu? Já, þessi længræna. Já, ég var gjössanlega brotin og kannski fengið mér nokkra drykki og mikið kvöldið áður og brotin á sjóin. Og nei, ég dýfði mér ekki, það var á Tenerife. Það var önnur mynd sem að fór að hjöpa út allt Twitter. Það sem að satt eitthvað svona skrítið. Þú nærði að fela það hvað út feitur að þú ert svo stór. Já, gerði það. Það rannar ég. Takk. Og takk. Ég þarf að svara með þeirra maður. Já, við hannuðum hana. Award winning. Er hún award winning? Já, ég finna það. Trending around the world, sko. Já, hvað heldur þú? Það er frétti á stöð 2, sko. Já, alltaf dag. En það var ekki að því hvað hún er vinsæl, sko. Nei, það var ekki að vera að draga úrinni. Já, það er bara í næstu spurningu. Hefur falið þig á skrítnu stöðum á hótelherbergjum með rassjónd í loftið meðan King Blue myndar? Þannig er hann bara að reyna að láta mig vinna, sko. Ég veit ekki nema Hjöppa þetta er alltaf þegar við vorum í New York saman. Já, ég get alveg staðfest það. Hefði ég sagt við Hjöppa þegar við vorum saman 2 út í New York, herru Hjöppi, nennum að taka upp smá flipp með mér. Já, hvað? Nennum að fela þig inn í skáp með rassin úti og ég tek myndir að þig. Ég efast að Hjöppa að sagt, herru, já, býttu. Málið það, alltaf þegar Sveppi kemur með til Atlantic City, þá er ég herbyggispilaðinn hans. Það er bara, Sveppi, þú veist að það er bara samkomulag milli okkar. Við erum alltaf saman í herbyggi. Og það er ekkert skemmtilega að vera með Sveppa í herbyggi, því að ég hafði aldrei lent í þessu áður. Ég var bara inn á baði. Ég held ég að bara vera að pissa eitthvað. Svo sé ég í speiklunum, það heyrist bara svona og ég svona lít við og ég sé eitthvað skjótast framhjá. Þá er Sveppi búin að fara úr öllum fötunum og ég segi, Sveppi, hann svarar ekki. Sveppi, svo styrta ég niður, kíkir fram og ég kíkir yfir herbyggja og sé hann á bak við gardinu sem sést í gegnum. Og svo hleypur hann frá gardinunni og bak við sófa og svona. Þá var hann komin úr öllu, sko. Þá var hann að leika bara svona. Já, þetta er stemning, þetta er ógeðslega fyndið og bara því eldri sem ég verð því fyndnara verður þetta. Skilu, með hverri AC-ferðinni sem við förum í, ég orðin 58 ára, alls ber að trítla hótelherbyggja að þykast fela mig, svona eins og Chucky, þú ekki svona byrju hvað á þetta kemur einhver hlaupandi. Það er bara því eldri sem að verður, því fyndnara verður þetta. Ég er náttúrulega reynd ekki, hefði ég náða að plata í þetta, Hjöppi? Nei. En auðvitað næra plata mann í allt svona, sko. Mér er mjög vant virðingu mína. En í rauninni, sko, ég styrtaði henni niður bara 2001. Ég held ég fáið báðið punkt í síðustu. Þú ert ofpeppaður átt til að rífa ára ofan. Þið eru svolítið báðið stemningsmenni, eða ekki? Hjöppi sagði á söguna Það reifs úr ofan á vellinum og Sveppi húst úr ofan á þjóðatíð. Já, rétt. Þannig að þetta er eiginlega bara 7-5 mushrooms sínum 7-5 mushrooms. King of Traveling. Þetta var samt mjög, þetta var close call. Til hamingju með þennan titil. Við skuldum auglýsingar fyrir löngu síðan. FM 95 Blöð með ykkur hér á FM 95 sjó. Það er 10 ára afmælis þáttur og það er rosalegt, sko. Við erum ekki beinni núna. Já, þetta er rosalegt maður. Við erum náttúrulega búin að ræða það í stúdíunni. Við erum ekki beinni, við erum að taka upp í klefa. Já, alveg rétt, já. Og það er 50 og já, við ætlum að fara í dagskrálið, Sveppi. Það er eiginlega bara í gær. Já, það er í gær núna þegar fólk heyrir þetta. En svo er kannski eitthvað að hlusta á þetta á Vísi á mánuði og þá er búið líða enda. Þá er það bara í hitti fyrir þetta, sko. Já, skulum ekki að flækja þetta of mikið. En við erum með, já, gamlan og góðan dagskrálið. Við vorum að fara hérna yfir, Sveppi. Við vorum með hellinga eins og hérna hitaklefa og við vorum að hringi gamlar auglýsingar og hringi mömmu og við gerðum ástabréf og ég veit ekki hvað og hvað. Það sem við ætlum að
að fara í núna er einn af mínum uppáhalds því að þú ert svo góður í það að grípa frammi. Já, grípa frammi fyrir fólki, ringja eitthvert út í bæ, helst í eitthvað fyrirtæki, spyrja spurninga og grípa frammi í hvert einast skipti sem að viðkomandi ætlar að svara. Já, þú ætlar aldrei að leyfa manneskinu sem svara í síman að fá að tala. Nei, hún fær ekki að tala. Nei. Það er markmið símtalsins. Já. Og ég, maður þarf að vera í sérstöku stuði fyrir það. Já. Heyrðu, kallar í stuði? Hvað svoleiðis? Það er gott að heyra. Fössari og komin smá. Er þetta 50 dagar, mástu? Já, 50. Ringdi eitthvað, ég er reddi. Sko, ég var að fá í saumastofu. Það er ekki eitthvað fínt. Já. Þannig að þú getur unnið með. Ég þarf að vinna með styttingar og Já. Já. Ok, tilbúin. Já. Það er maður að segja að ég er búin að finna hérna eitthvað á Akureyri og þá skulum við bara bjalla hérna á þetta. Saumarstofan, Una, góðan dag. Já, góðan daginn, heyrðu. Já. Ég þarf að láta stytta hjá mér hérna jakkaföt fyrir jólin. Já, Sko, hvernig fer það fram? stytta bara Eru þið bara að styttið jakka og buxur? Já, Er það alveg bara þá brjót, er efnið klift af eða brjótið að bara upp á? Af því að venjulega hef ég brotið upp á það, sko. Já, Síðast þegar að því að ég let stytta buxur einhvern tímann daginn, sko. Já. Það voru styttur á mikið. Ég hefði nefnilega vilja að því að ég veit ekki hvort þetta er stuttur tími fyrir jólin eða mikið að gera. Og þið getið stytt jakkan líka alveg svona í mittið. Já, fyrir allt eftir. Ég var nefnilega búin að gera það einhvern tímann og þá kom það ekki nógu vel út, sko. Þetta er gert líka því að jakkin er flauel, sko. Þannig að, já, við myndum að koma með jakkafötina þegar ég vera sjálfur. Já. Að því að sjálfur dálítið það gæti verið þá bara seinnipart. Það var út af því að ég er bara í vinnunni. Sérstaklega því að og krakkar á skóla og svona, hvenær lokið? Við erum bara með það því að til 3 væri eftir 3 væri betra, sko. Já. Við fórum alltaf einhvern tímann á einhverja aðra saumastofu, er þetta ekki á Akureyri? Jú. Ég gæti líka, fyrst ég er að pæla í þessu, komið með skyrtu. Þið skiptuðum tölur. Af því að við erum bara með, það er svo slappar, það er svo illa saumar í. Gerið þið þetta í höndunum? Já, við gerum það. Því amma mín, hún gerir þetta sjálf í höndunum og þá er þetta einhvern veginn miklu betra heldur enn í vélunum. Jú. Já, og það gengur einhvern veginn alltaf öðruvísi, náttúrulega. Jú. Hvað kostar að láta stytta buxur? Hvað varst að segja, semja að síðast þegar ég lét stytta föt, sko, þá var þetta eitthvað bara sem að maður þurfti að meta það bara eftir á hvað þetta var mikið. Ég nefnilega var með skyrtu síðustu jól. Við þurftum að meta eins og með jakkan. Ég var alltaf með, sko, svona, vesti sem eru með svona 3 tölum. Já. Og það er einhvern veginn eins og að sé pláss fyrir 4, sko. Ok. Þannig að það var alveg hægt að bæta gati í. Já, en eins og ég segi, við erum svo sem bara því að 4. gati er bara einhvern veginn þannig þá er það ekki, þá nær það eiginlega alveg niður líka. Já, nákvæmlega. En það er minnsta mál þar sem við erum með sumarstofu. Það er vesti sem er undir bara svona jakkafötunum. Já, ég skil. En ef að þú kemst. En ég er ekkert að nota þau eitthvað mikið lengur núna, ég er ekki að koma með vesti núna, sko, þetta er bara jakkaföt. Þannig að þú bara myndi kíkja á. Ég myndi bara rúlla við ef það væri möguleiki. Minnsta mál. Heyrðu, takk fyrir þetta. Segjum það, Já, bless. Sko, þetta er svo góð típa líka gaurinn. Ég var nú bara, þetta er svo trikki. Já, þetta var æðislegt. Þetta var skemmtilegt, sko. Og svo varst þú hann Una, hún á hróskilið. Já, ég þarf að koma ánga og gefa hann 5 einhvern tímann fyrir jólin. Þetta, maður þarf að setja sig í stellingar, sko, maður er alveg bíða og grípa fram í. Leið og bíða og grípa fram í. Ég sagði líka að stundu voru svörin henni og hún vissi alveg bara okkur hægt vákaðan tala. Hún var að reyna að stytta svörin. Það er bara leið og nátt að munni, þá grípa hann fram í helvítis pungurinn. Þetta var gripið frammi og já, tjóðlóttum við vendum þetta. Það var alltaf góðu liður sem að hefnast fullkomnaði hérna. FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina.
FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 og já, við erum ekki beinu útsendingu núna því að við erum í klefanum góða því eins og við erum búin að koma inn að þá komst Pétur ekki í þáttinn á morgunni í dag á föstu daginn og og Sveppi var mættur inn í klefa og Pétur mættur í klefa líka og ég ákvað að nýta bara tækifæri og taka eina innkomu hérna með snillingunum tveim. Hvernig þetta drengir? Mennar að skala, erum við skala? Skala, já, þetta er 10, já. Svolítið 10 hjá mér. Já, sama hér sko. 10 svo þið? Nei, nema aldrei 10. Nei. Það er 10 ára ammali hugurinn. Já, 10 ára ammali. Það er alltaf 10. Allt upp á 10 ára ammali. Það er nefnum blöð 10 ára ammali. Ég er góður. Takk fyrir að spyrja. Er þetta eitthvað leiður? Nei, alls ekki, ég er geggjaður. Þú ert mikið í kringum Pétur núna, ertu að fá eitthvað leið á honum? Nei, það er erfitt að fá leið á honum sko. Þungt yfir það er mikið í kringum hann. Hvað, láskíða höstum? Það er litið láskíða á kjallinum. Ég meina, það er ekki að veðrið. Það er ekki að því. Nei. Það er gott veður. Já, ekki getur þú kvart undan því. FM 95 blöð 10 ára, þú getur ekki kvart af því. Nei. Það er allt upp á 10. Á að geta hell í sig til dagsins, já. Geta enda með því. Já. Ég er að fara brúðköpi á mömmu í kvöld hana. Ég er með matabóð heima. Ha? Mamma var að gifta sig hana. What the fuck? God damn! Síðan hvernig, hvað? Síðan hvernig? Síðan bara núna? Já, brúðköpi er í kvöld. Það hafa ekki með hana? Já, takk fyrir það. Hvaða kall? Já, sko brúðköpi er á föstu degi, það er náttúrulega 15 núna, en brúðköpi er eftir þáttinn. Hvaða kall pungu var að þvinga hana í brúðköp? Ég segja það með Þetta er Halli. Halli Mello. Já, þetta er Halli Mello á Skaganum. Já, geggjað. Já, þau eru búin að halda sér leyndu á hvað að gifta sig bara. Hann er bara tengt á pappi. Nei, þetta er Halli Babbi Blöð. Halli Babbi Blöð. Halli Babbi Blöð. Já, ég fyrir bara í brúðköp. Hvað er það haldið? Sorry. Það verður haldið á fjallkonunni, hann uppi 40 manns. Næs. Bara gósi. Allir til tjálta. Já, ég ánægður með það. Veskustjóri. Nei. Nei, bara tala eins og svona, bjóða alltaf velkonu eitthvað. Ég er ekkert að fara að vera með eitthvað stand-up hérna, kynnin einhver atriði, sko. Er samt eitthvað, smá. Við skoðum þetta. Gleimi aldrei þegar ég sá þig fyrst, Halli. Gaman maður. Þegar þú varst að leita nærbuxuna mér í þvóta á þessu. Ógeðslegur. Íþróttabuxum og prímaloftjakka. Hvað er að gera þetta átfitt, maður? Þeir eru búin að segja þetta fyrir mig. Það lætur ekki sjá sig í prímaloftjakka. Halli, þegar þú varst að leita nærbuksunum hann inn í vaskahási, ógeðslegur. Nei, það er toppmaður og hann hefur aldrei verið að leita nærbuksunum sínum allavega minna ég er þarna. Nei, hann er ekki dín harjum. Þetta er svona kommando. Já, ég ætla að nýta hérna Tækifærið, en við erum hérna allir þrír og ég ætla að hendi ykkur í hvor ykkar. Þetta er eitthvað sem ég gerði við strákan á tenni, Egil og Steinda. Ég ætla svona að sjá hvernig þið svarið 3 spurningum. Eru þið tilbúinir? Já. Fyrsta, og þið er bara að ræða þetta ykkur á milli og komast að niðurstöðum. Fyrsta spurning, hvor ykkar er heimskari? Ég er heimskari. Nei, það er ekki alveg þegar held ég. Jó. Þú byrja að rífast hvor ykkar er heimskari? Það er bara helviti heimskir. Nei, ég meina, ég myndi aldrei í fyrsta lagi myndi ég aldrei segja við Sveppa og segja hann að hann væri heimskur, sko. Nei. Sem hann er ekki, hann er bara. Það myndi hann segja þig? Ég held ekki. Nei. En hann er betur gefinn og tekur gáðulegri ákvarðanir. Það? Já, ok. Ég sé ekki bara að gera sammála. Nei, ég er mjög ósammála. Nei, ég meina, hann er ég tek ekki heldur í taki. Nei, slaka þú hans á. Hvor okkar er bara á hverri kvikmyndaháttíðin af annari víða heim að taka við verðlaunum. Það er ekki gáfur sem hafa fleitna gáfur. Jú. Það er sjálfsög. Þú kekst með auðtablu, ekki ég. Ég stakk hann í bakið. Stakkst hann í bakið? Nei, þú veist, ég er að djóka. Ég stakk ekki í bakið. Ég er að búið. Hann er heimskarni. Þú ert búin að, ég er á sammála. Bara það tók mig svona 5 sekúndur að átta með á því að þú ert líklega hans heimskarni. Bara með að horfa á varirnar reyfast. Biti, slaka það eins á. Er þú með þessari keppni? Nei, það er bara hvor ykkar er heimskari. Já, akkur sagði þú þá, já, hann er heimskari og eitthvað að taka undir. Ég var bara hlustaði tala og fattaði að þú ert heimskari Sveppist. Þú ert kannski betri manneskja í grunninn en heimskari. Já, ég skal gefa það. Já, ég er sammála, ég sagði hann, ég er heimskari. Nei, getur við spólað tilbaka og fengið að heyra þetta allt. Já, ég maður núna. Þetta eru 3 spurningar, það er nummer 2. Hvor ykkar myndi vinna í slagsmálum? Ég. Í alveg slagsmálum? Já, Sveppa? Já. Þar erum við kannski ekki alveg. Ég myndi fara 4 lappir, skallan í hneskjæljarnar.
klippa í pungin á honum, rífa hann niður og svo hann í barkakílu og gæinn lægi Möndur fara beint á 4 lapir Já, skall hann beint í neskjælan þá væri hann svo, hvað er að gerast maður? Svo myndi ég rífa í pungin á honum niður, En hann var að segja sparki andlitaður og verið komin á 4 lapir Hann gæti það ekki. Á þeirri sekundu sem að þú verið komin á 4 lappir og verið að hugsa að kýla mér í hnéskeljarnar þá var ég búin að bomba svo fast í andlita á þér að þú myndi vakna aftur þá verið fötuðin komin í tísku Rétt hjá þér En ég með stálplötu í andlitinu þannig að þú myndi með þér ósað mikið og sparka mér í andliti þannig að ég myndi skalla þig aftur bara í hnéskeljarnar svo myndi rífa í pungin og rífa þig niður Nei, við erum heiðarlegir, þá er ég sterkari betur Já, það er alveg sterkari en ég er miklu Ok, þannig að þú vilt ekki meina Pétur að Sveppi myndi vinna í slagsmálum Ég er slippery maður, slippery sucker Ok Ég er svo sleipur, ég svitna Þannig að þeir eru ekki sammála þarna Nei Þú heldur í alveg að þú myndi vinna hann í slagsmálum Því ég held ekki sko Nei, alls ekki sko Varst þú með þessari keppni það? Nei, ég er að tala að ég held að þú vinnir Sveppi ekki í slagsmálum Ég er ekki í þessari keppni Á þú amali hérna, já, þú átt amali Já, ég meina þá getur við verið sammála að vera ósammála Það eru allir sem er að hlusta sammála mér Já Það er yfir mér að þú myndir aldrei ráðast á Pétur Jón Sigfússon Það er bara eins og að ráðast á Magga Mix Myndir gera það Byrjum þar, skilur Það er enginn að standa í því Ég meina og ef þú yrðir bara svo hissa skilur Þú myndir bara, hvað er að gerast Svo áður en þú veist af og er ég búin að skalla í hnéskeljarnar og þá er ennþá hissa Jú, svo myndir ég lífi fungir Þú voru að hætti þess að skalla í hnéskeljar Það gerir ekki neitt Nú Bittu bara rólegur, hvað, varst að byrja í útvarp í gær Þú ert ekki búin að setja síman á silent og veist ekki neitt En það er staðan, ég myndi bara býta hann Ég myndi bara býta Það er Gunni samlokaðna En hérna, nefnina, og hver er staðan þá? Þá bara, við fengum ekki Þið voru bara ekki samanlega Nei, en öllu svona grínisleftu Ég er náttúrulega breiður Ég er í rauninni breiður á utan En lítill að innan Þannig að hérna Ég er að breiður en að segja já, ég myndi vinna hann í slag en þú veist, síðan er það líklega ekki staðan En veistu hvað máli er? Ef ég á að vera alveg hreinskilinn Ég er að tala í guðana bænum Já, ok, ekki máli Að máli er það Það er ekki bara ammaliða Klípa fram í Þó svo að Pétur væri sterkar en ég Ef við værim í alvöru slagsmálum Hann myndi ekki hafa hjarta í sér Að kýla mig í andlitið Af því hann er svo góður Já, hann myndi alltaf ná að standa upp Ef ég og Pétur myndi fara í Squid Game Hann myndi bara deyja strax Skilja, þess að við værim í þessum leik Þetta með kúlurnar Hann myndi bara blessa það, taktu bara kúlurnar og ég skal deyja Skilja, hann er ekki með nóg mikið keppniskap í Ég hef aldrei séð það þetta Það er aldrei að segja það Ég heldur að segja ógíslir En þá var það þriðja og síðasta Og núna veit ég ekki að því að ég var endur ekkert svo viss hvort ekki að vera heimskari eldur Hvort ekki er graðari? Auðvelt Pétur Jóður Ding 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 maður er sífellt að standi ég tek það alveg já, er það ekki? Já, ég er náttúrulega bara kallmaður og veist með mína langanir og bara eins og allir sem að standa jafnfættis og jörðinni sko það er margt sem spilar hann inn í sko ég bæði eldri, náttúrulega, ég er eldri sko þegar maður er eldri og er maður rosa graður alltaf graður og Nei, ég veit ekki hvað veldur ég meina, ég er bara en ég er það það er bara staðan Við veitum ekkert hvað heldur en þú ert það Herðu, þá höfum við það Pétur Jóhann er víst heimskari Sveppi myndi vinna í slagsmálum og Pétur er graðari Hann er basically heimskur og graður sem því tvösti ég vinn þetta þá þú vinn þetta með þessum fallegu loka orðum Nei, 2-1 fyrir mér Kleónum, djöðlega gaman að sitja með ykkur Nei, býta aðeins Hefur við ekki hans að njóta þess Tökum mínútu þögn Það held ég þeirra hlust á FM 95 á FM 957 10 ára afmælist þáttur okkar FM 95 og sko, ég fatta ekki byrjun ég hef átt að gera þetta allan þáttinn eins og núna erum við að spila Paris með Jay-Z og Kanye West ég átt að vera að spila svona legendary FM 95 lög þetta er lag sem ég spilaði í hverjum einasta þætti ég fekk
flashback ég og þú á dansskólinu á Austur með eitthvað vesin og góði tímar, þú búin að flaska þetta einhvern veginn og við erum einhvern veginn hætt að henda flöskunni yfir á mig þó að Hjöppi hefði komið með það í náðan sko. Þú veist, það er talað það, þú ert samt kóngurni Við þökkum Hjöppa og Sveppa sem eru nýfarnir þeir sátunum hérna aðeins með okkur en við áttum inni Klefa og annað með Pétri, Jóhanni og Sveppa Geggja að fá þá maður Já, þetta eru snillingar, ríkilega skemmtilegir og sko, málið Pétur eins og við erum búin að koma inn á, hann komst ekki í dag Nei En þannig að við náðum spjallið með honum að Sveppa sem við vorum að hlusta á hérna á hann og ég náði Klefa með honum líka sem að er svona eitt mest legendary Klefi eða svona, hvað ég var að segja ég myndi að segja svona mest legendary F95 blöður og Brjánbreki og ég heyrði Hjöppa, hann er svo eini sem þekki Brjánbreka ég vældi í honum í 2 vikur en hann vildi meina að hann væri búin að týna númerinn hans og þannig að ég held að þessi búið að senda á mig svona á hans að íkja 50 mann sem spurði hvort það er ekki örgulega Brjánbreki í dag ég reyndi fyrir hlustendur eins og ég gat þú þarf líka, sko, það þarf að opna veski þetta er 6 figures Já, því að Brjánbreki, hann er vist búin að slá í gegn í sko hlutabréfa hérna geiranum og hann á það mikið pening núna, hann svarar ekki í síma En ég get sagt þér eitt blöð er að original Brjánbreki Já, gaurinn sem myndin af, já, við höfum sagt þetta í þættunum, hann var brjálaður og það er strákur í færiðum Hans kokkur í færiðum og hann sendir skilabóð á mig Já, ég fekk það líka sko Fekkst þú líka? Hann sendir á mig lestur ég hugsaði fyrst bara hvað er verið að lesa yfir Junior núna hvað er í gangi, svo lesi yfir það þá er hann bara, af hverju anskotanum er lið að senda á mig að ég sé ykkur útvarpsstjarna á Íslandi og þú og þinn þáttur sé ykkur herri, ég hugsaði bara, I'm not a part of this ég hugsaði bara en sko, ég er stönd að gefa Hjöppa það að Hjöppi hann senda á mig, ég fekk lestur en Hjöppi hafði alltaf að vita á því að finna, sko, hann fóð bara eitthvað á netið og fann eitthvað gaur sem að ég vissi ekki eins og væri frá færiðum sem var bara með rettu Gat hann farið lengri í burt en færiðum Hann hefði getað farið aðeins lengra, við ekki neðan En ég gef Hjöppa það samt að hann tók strák frá færiðum Sveppi, stærsta barnastjarna allar tíma á Íslandi Hann fór ekki mikið lengra en bara Ísafjörð þegar hann bjóð til búa Einars hérna í Auð og Sveppa og það er sennilega það heimskasta sem Sveppi hefur gert á ferlinu að setja bara mynda einhverjum strák frá Íslandi í legendary skett Þannig að Hjöppi allavega að fóð til Færeyja gefum hún það Ég verði eiginlega sko því að ég verði eiginlega að fá að segja bara þess að sögu sko. Það er frá Sveppa á Ísafirði Ég held að megi alveg Já, þú hefur sagt, við hefum sagt þetta Er það? Ég geti fengið recap Ég held ég að þetta er aldrei komið fram Ég man ekki eftir þessu sögu sko. Nei, það var þeirra Sveppi sko, það var hann eitthvað það var hérna á Ísafirði eitthvað að þvæla sko og allt í hlæja menn út á því Nei, hann er bara, þú veist, það var eitthvað gigg og þú veist, hann myndi ekki alveg hvað hann átt að gista og eitthvað svona vesen á honum eins og bara gengur að gerist sem er ekki frá sig færandi nema það kemur þetta maður sem segir bara heyrðu, þetta vildi ekki bara gista það hjá mér og ætlar að fara með hann heim bara leiða hann að gisti svo honum og þá er Sveppi eitthvað aðeins þetta er náttúrulega gamla dag, við verum átt okkur því þetta er 10 ár síðan Já, þá var Sveppi kannski að fikta við að kveiki í 1 og 1 sko. Síkó? Marlboro Light sko. Hann hættur að reykja núna? Já, hann hættur að reykja Það er löngu hættur að reykja Löngu hættur Og hann sem sagt er hérna og fer hérna og svo er hann komin á gang og það er rosa almennilegu gæi sko, hann leiði honum að gista King búið eina það? Nei, þetta er bara maður sem sagði mér þetta sjálf bara hann sem gauður sem lendi í þessu sagði mér Búið eina sem er ekki til og Sveppi fer bara á gang og bara hann er náttúrulega bara, þú veist, takkláttur fyrir þetta kallt úti og hann er að hýsa hann og hann bara, ég ætla rétt hérna og Sveppi ekkert mál og hann kveikir inn í síkóðuna og inn á gangi bara Nei, ég var að beða alls ekki sko hann er ekki glaðið með það sko bara alls að varra frút sko þú veist, þetta má ekki reykja inn á gangi og þú veist, bara konan og krakkarnir og ég þarf eitthvað aðeins að setla þetta og þetta er svona smá maus fyrir mig sko ekkert mál, hann dreipir í og svo fer hann og ætlar að fara að búa hann í stofu sko fer og tala við konuna og allt þetta svo kemur hann fram í stofu þá situr Sveppi í sófanum með 12 sígarettur upp í kjæftinum búin að kveiki í þeim öllum og horfið bara svona í augun á honum og það tók hann alla sem voru í pakkanum og kveikti í þeim
Það er bara einn með gæðunum Þetta finnst mér svona grín besta grín Þú gerir ekki betra grín en þetta Og var hún að vísa út? Nei, það var bara að setla Nei, setlu þetta Við skuldum auglýsingar og svo förum við í klefan Hvað segir Kjellin sem að Pétur tók upp með mér fyrir í dag Ég get staðfest að þetta er það lag sem hefur oftast spilað í FN 95 Blö Það er Why I Love You, Jay-Z og Kanye West og herðu, það er snillingum mættur afturinga, glemdi veskinu sinu þannig að við hentum honum bara í loftið og Hjörvar Hafleðarsson, verður velkomin aftur Nei, ég glemdi ekkert veskinu, ég var ekkert að gera þannig ég hékk bara ekki að ljú eitthvað fyrir mig sko Ég er þetta líka og þurfti ekki að hendi eitthvað blöli eitthvað, glemdi veskinu sinu ég lungu fyrir að borga með símanum sko Áttu ekki veski samt? Nei Áttu ekki veski? Nei Gengur ekki með símanum Það er ekki veski lengur, það er góð við 2021 Bara cash Ég er alltaf svolítið setn, ég er ennþá með veski sko En við vorum að ræða Brjánbrek á hann, Hjörvar Og það var ekki hægt að, já, toppmaður En það var ekki hægt að ringi hann Hann var eitthvað vesen á honum Sko, ég get bara viðkjönd eitt Brjánbreki og allt þetta góða dót sem að koma frá honum og þetta frábæra comedy Það kemur ekki til mér lengur Nei. Það er bara svona Ég held að eina vandræðan séu þau að ég hitti ekki Valtibjörn lengur af því að þú veist stundum varst þú ekki að segja hörru við tökum Brjánbreka upp eftir 10 mínútur og ég var ekki búin að hugsa raskat út í þetta Já það var bara hverjum 50 deg það er bara böllika fuck herru og svo bara einhvern veginn heilsaði upp á Valtarann og þá sann hvað segir þeir fyllir í kvöld ha ég er fyllir í ok herru nú ég ætla að gera þetta að mínu dæmi á eftir hvort sé ekki örgulega fyllir í á eftir og eiginlega allt svona kom einhvern veginn Er Valtarinn Sko það er alltaf að tala að Jón Gunnar Geirdals sé frasagangur Íslands En er það Valtibjörn? Það er Valtibjörn Er það? Þú veist eins og hérna feskur, bandarískur og breskur Walter Er það samt eitthvað svona sem er mjög vita allir að því? Feskur, bandarískur og breskur Hvernig ertu? Feskur, bandarískur og breskur Ég hef aldrei sagt það sjálfur Ok, það var allir einhvern tíðan sagt sko Hvernig ertu? Medium rare, þú veist það því að það er best steikin Ég var ennþá þetta medium rare sko. Ég er að segja það Er það frá Valtarunum? Það frá Valtarunum Og líka hann bjó líka til þetta dæmi leikmaður Þú veist eins og hérna Steindi Junior Sérstakur leikmaður og maður bara eitthvað, ok, heyrðu og það bara, þú veist, og bara hann á þetta allt saman, þú veist bara eitthvað neginn já, þetta er samt áhugaverður leikmaður ef eitthvað gæri eitthvað skrítinn þá segja Valtarinn alltaf pínu áhugaverður leikmaður sko. Áhugaverður leikmaður og bara Hvað meira? En það er eitt ógleymanlegt í hérna, sko þetta er fyrir örgulega svona ætla að sé ekki 7 ár síðan eitthvað þá mættur sem gestur til okkar eftir varst hættur þá spurði ég hvernig helgin var þú sagði að vera KN2 eins og Valtarinn segir hann það að bjóst þú það til var það kaldur og kynlíf já, og það þú að bulla eða áhann nei, hann á það sko, kaldur og kynlíf helgina þetta var, þú veist, svona var og þú veist, hann á þetta bara allt okay. og þú veist alltaf ekki gott hvað segir þú gott? alltaf ekki gott hann á það En ef þú myndir svona ef þú myndir fjölga samverðunum stundunum með Valtarunum þá myndir kannski koma nýji frasar og eða ekki? Já, það geti gert og veist, ég erti kannski hérna að gera það Já, hitt hann aðeins og svo ringjum við í bránsa En nú eru hlustendur að fá stóra fréttir þú veist, Brjánbreki er byggður á Valtibyrni Nei, hann er reyndar ekki byggður á Valtibyrni hann er byggður á manni sem ég vann með hjá hérna Securitas ég tryggði mér evrósk réttindi til að í öryggisstjórnun 2004 og kynntist það mikið af góða fólki og þetta var meira svona búið til á þeim gaurum en svona frasin svo fyllir í koma allt frá hérna Valtarunum En gast ekki, en myndina Brjánbreki, skilur við Færiðar, gast ekki farið lengra Jú, ég hef alveg getið að vera þetta Þú veist, ég á beðin einhverja mynd Googlaði bara Gæri er brjálaður út í Steinþór Þetta er bara gert á þeirri myndi Já, hann er brjálaður til mig Hann sendi mér Herru, veistu hvað? Þú ætti að finna þetta Ég skal finna póstinn og lesa það upp bara næsta Og við lesum það upp næsta sko, málið er eitt sko Færingar eru ógeðslega fyndnir í útliti Eiginlega svona 93% færingar eru fyndnir í útliti Það var eitt gæði sem sagði við mig Hefur séð 13 dana? Ég sagði nei, það er færingur Þeir eru alltaf þoka Þeir sjá aldrei sól eða neitt svo þannig að alltaf þreyttir með bauga
pínu brúnir Færeyingar? Já, ok. þetta er bara hræðir að búa þarna sko. Nei, Bara alltaf ég kom ekki að færa það, mér finnst það geggja sko. Blöð, hættu að vera með þessi Nei Ég get svo svarið það Er alltaf- Ég kom ekki að færa það, mér finnst það ógeðslega gaman Er alltaf þokað? Nei, sko. Það er hræðir Þá er ég ekki að flytja til Færeyja sko. En heldur það sé verra við þar en hér? Já, verra við þér Það er bara leiðilega við Það er En alltaf talandi þoka í Færeyjum. brjánbreka Það var mjög fyndið sko, fyrstu svona hvað ég að segja, 2, 3, 4 mánuðinu þá vissi fólki ekki að væri þú og þá var fólk bara að spyrja hvaða vittlýsing ert alltaf að ringi í þarna er hann eitthvað rugglaður þannig að við vorum aldrei að segja að þetta var í hjálpi þó náttúrulega margir hafi spottað en þá var hellingur á liði sem held bara ég var að ringi eitthvað grínista sem var að mega Það er auðvitað Það var líka eitt sem er brjánbrekaði sem var ofta að segja frá einhverju rosalega sem Sveppi sagði og þá var alltaf góð, þá sagði Sveppi það sem ég var svo gott Nú, það er allur pakkin af því að það var Ég þarf að fara að einhverju heyra í honum. Securitas sem átti það til að gera einhverja geggja klæmaks að sögu og svo var pönslein eitthvað Nú, það er allur pakkin og maður bara eitthvað, var ég að býða eftir þessu eða Sko, eins og ég kom inn á hann þá er brjátbreki sennilega, sko ég myndi segja brjátbreki föstudagslagi Hæri, fáið lægið hans þá Tong Fáið lægið hans Because I got high Já, ég geti spilað þá eftir Það var það lægið að spila Það var alltaf símringingina Það var alltaf með sérstakar ringingar sko, en eiginlega afróman var eiginlega sko, einn harðasti afróman sem hún finnur Það var brjátbreki En það sem að kemur líka upp í hugan þar maður hugsaðar 10 ára FN95 blöð það er hvað séð í kjærlinn og ég fekk Pétur Jóhann til þess að ringja 2-3 símtölu í gær og við skulum, þetta er stutt en þetta er gott, skulum heyra hvernig þetta gekk Halló Arnór, Já, hvað segir kællin? Hvað er að frétta þér? Hvað er að frétta þér? Hvað segir kællin? ég er bara ágættur Hvað segir kællin? Hvað segir kællin? Gíti ekki í þig mann Hvað segir kællin? Ekki til þér Hvað segir kællin Arnór? Hvað segir kællin Arnór? Addi! Hvað segir kællin? Addi! Arnór! Talaði þið bara á Halló, Addi! það er hann Hvað segir kællin? Hæ, Hvað segir kællin? Addi! já, Hvað segir kællin? hvað er að frétta? Hvað er að ræða maður? Addi! 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 Já, Hvað segir kællin? ekki létt í þér bara Hvað leti þú? Hvað er það? Hvað leti þú? Hvað segir kællin? Addi! Nei, hvað? Það er fólk að leggja bara á Okkur heldur Ná, hvað sem kjærlinn í gær en Egill Þetta hérna er fyrir þig Manstu fyrir nákvæmlega 10 ára síðan Við byrjum með þáttinn, það var á föstudegi Þetta er fyrsta lag þáttan Já, það er nákvæmlega Þú tókum þetta sér á biffanum og Sverri Bergman fórum á borð Mæstu því? Já, herðu, eftir fyrsta þáttunum fyrsti þá endur við reyndar, þú varst ekki alveg að ljúga Hjöpi, við vorum ekkert alltaf á B5 Já, á B5 Þetta lag kom og Sverri Bergman fórum á borð Þetta var fyrsta lagi sem var spilað FN95 blöð og það eru örugglega svona hörðustu aðdáendur FN95 blöð sem vita nákvæmlega hvaða lag það er FM95 blöð í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Hárið það er Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllin sem fær ykkur FN95 blöð og já, það hér sitja allir með jóla Túborg og það er komið maður sem var alltaf á mánudögum og já, maður, jú, það ekki Björn Bragi, verður velkomin Ég er hún maður, maður. Takk fyrir Heilu maður sem hefur þroskast í þessu þætti held ég. Já, svona Með honum á mánudögum Syngjum þetta rétt, hvernig ertu? Ég er bara geggjaður og ennþá betri núna því með ykkur Já, það er stemming að fá þig í Ég er stúdíu komin, I'm home You're home Já. Það er bara þannig, sko, það var með þess að í nokkara hvenær var oftur FN95 bjö? Það var, þú verður að taka drauminn 3 mánuði árið þegar þú tókst þér frí sko Já, þú þurftir alltaf 6 mánuða frí Nei, það var bara fyrsta sumarið Fólk var ekki að fíla FN95 bjö Ekki? Nei, það var svona, bring back Öddi Það var svona legendary Brjálbryggi, hann var ekki sáttu við Nei, Brjálbryggi hann var reyndar Brjálbryggi var góður þegar FN95 bjö var í gangi Man eftir að ég leist einu svona blöð af og var með þér og þá lendum við á, við vorum með síma
var það þegar vorum að gefa iPad Risa vinningin Já, það var endar mjög fyndið Það var líka, það fór út allt Það var mjög væralega Getur þetta að spila það bara eftir? Það var endar Það var gott komedi geggjaður klefi Það bara gerist ekkert Það gæði hann En hvernig ertu BB King? Þú þú gefið út quiz Award-winning TV show Allt í einu bara óvart snýst allt líf mitt spurningakefnir En það var ekki planið endilega sko Byrjaði ekki þannig? Byrjaði ekki bara spurningalúð í MR og eitthvað? Það byrjaði í SPK sko Munið þetta er slím og körfubolti Fórst í það? Já, þegar ég var 10 ára Og sko málið ég tapaði Ég vann ekki sko Og þetta var svona eins og munið Jordan, hann komst ekki í highschool-lið Og það var svo mikið áfall fyrir hann Þannig að hann varð Jordan, skilur Þetta var svo mikið áfall að líf mitt hefur snúist spurningakefni Svo áttur að hversu heimskur Gilsæðan hann sagði MR Þú veist, bjössi svona 5 númurum og heimskur til að vera MR Það var í vestlú sko Bjössi myndi rúlu upp MR Nei, ekki break sko Raungreinar það sko Það er haflega svona stöf Svo tekur þið keppnislið í Getur betur Fær að hósta Getur betur Og svo quiz Og sko, þú ætlar að henda okkur 4 útásmönnum í smá spurningakefni, ekki? Jó, sko Smá quiz Öddi náttúrulega, við tókum þetta í fyrra Þá var Öddi ykkur en svo sko, Hjöppi, við vorum að fara yfir þetta á þann Og þú vilt meina að Öddi án þín sé hvað? Svo Halli án Latta Við Hjöppi unnum mannstu hjá Gumma Ben En ég komst ekki áfram í quiz Hvað segir þessi ummæli Hjörvars? Ég vil ekki segja það svona Mér langar að segja, þannig ég ætla að segja bara rétt hjá hann Ég er mjög glaður með það Ég er með Hjöppa í liði Hann er sterkur í svona keppni Já, en munið ekki þegar við vorum í fyrra Munið ekki þegar Öddi sagði að hann hefði aldrei tapað í spurningakefni Jú, ég hef aldrei sagt það Því að svo kom hann í þáttinn í quiz Og byrjaði að tapa Og hann hatar að tapa sem er gott fyrir mér í hag Því ég er með blöðu liði í þetta sko En það var gott fyrir þjóðina að sjá þig tapa í fyrsta hætti Já, ég ætla ekki að nefna neina öfni Það er alveg leiðilegri lið þannig en ég sko Varst ekki reyður að tapa? Þú hattar að tapa? Jó, en ég var samt ekkit Ég var ekki reyður ég hefði orðið fyrir svona 5 árum Hann hagaði sér alveg Hann var skemmtilegur sko Ég verða að stoppa vinkunum mínu að þakka fyrir geggjaðan þátt Bara, thank you Hvaða vinkunum? Takk fyrir að hlusta Takk fyrir að stelpur Herðu, ok, myndum okkur í þetta Herðu, við ætlum að ég bara teka ykkur í lauflétt Úr nýja pökkvíspilinu Ég og Hjöppi á móti Ödda og Agli Ok, og þetta eru spurningar á víksl Þetta er eina á samheldin sko Ég er langt frá blöð sko Ég er ekkert að halda utan á blöð sko Hjöppi erum í faðmlægir Já, en það er eftir málið Egill og Öddi, þeir eru að virða einsmetrarregluna Já, það tekur ekki gildi á miðnætti Þú sagðir í byrjun þáttar að þú varst ánægð með þetta var að gera loksins var að vera að herða Svo heldur utan að steinda hérna Já, er miðnættið það? Ég er þetta sammála Hjöppa COVID-bánsinn Hann veit að ég er clean maður Ég er búin að fara í 20 próf Það er bara, það er heldur mörg próf sko Ágætt drengi Ég byrja á Agli og Ödda Ok, tilbúinir Hvaða teiknumyndapersona heitir Donorudo Daku á japansku? Donorudo Daku Þetta er svolítið þinn bolti þannig Donorudo Daku Þetta er helvitið Andersönd Það er rétt Ég ætla ekki að tjóka ykkur Ég lærði kímersku við leilöguna Þetta var japanska sem var svipa sétt sko Hjöppi var að kvísla samir Við vorum með þetta, við fengið svarið Er þetta fyrsta liðið upp í 15? Já, ég er góður í dýraspurningunum sko 2 stig Mjög vel gert Ok, 2-0 Hjörvar Hjörvar og Steindi Má ég vera með? Má ég nefnir alltaf að láta eins og ég sem með? Hjörvar og Steindi, já Steinþór er með sko Já, ég er með Ok Hvaða leikona hlaut Oscar fyrir besta leik í aðalhluturki fyrir myndina Silver Linings Playbook? Það er hún hérna sem var með á móti Bradley Cooper sem leikur í Hunger Games Hvað heitir hún aftur? Hvað, Silver Lining? Sæði ekki Silver, hvað heitir hún aftur? Hérna Silver Linings Playbook Nei, það er ekki hún Í Hunger Games Við þurfum að fá svar Emma Watson Nei, ekki Emma, hvað heitir hún? Halda fram Hjöppi voru að tala samt í mikrofónu Ekki Emma Watson, ekki Hún heitir, ég veit alveg hver þetta er maður Ekki Sarah Jessica Parker eða? Nei Æ, Hjöppi, ert að leika þér að klúra þessu? Þú átt að vita þetta Silver Lining Playbook Já, hún er Silver Lining er dökkar sem var í Hunger Games Geggjuleikuna Hjöppi aldrei séð Hunger Games Hún gæti verið, jú, er það ekki bara hún? Emma Watson Það er ránt Þið getur stólið þessu 1 stig Já, hún heitir hérna Akkur mann ég ekki hvað hún heitir Ef þetta er rétt og steindat sem er í Hunger Games Nei, já, hún er í Hunger Games, það er hár rétt hjá hann Það er bara, ég er að lendi saman steindi, það er búið stig Jóð, eitthvað Nei, hún heitir Það er Jóð
Er það ekki? Það hætti að gefa. Þetta gefa. Hvað erum við ekki í kemni? Þetta er búið. Það er Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence! Það er Jón! Strákar. Jesus Christ. Þetta var ekki gott sko. Nei, þetta var hræðilegt. Hann lænaði þessu upp fyrir eitthvað stendi. Já, þetta var bara agalegt. Herri, það eru Egill og Ötti og þessi svona custom made fyrir ykkur af því þetta elskir lúksus. Þetta elskir lúksus. Eftir hvaða hönnuð eru stólarnir Svanurinn og Eggið? Eftir hvað hönnuð? Ég bóttið með Svan og þetta egg heima sko. Kottum með þetta yfir Þetta er egg út úr allt heima sko. Já. Þetta er ekki eitthvað epal shit. Já, ég veit samt ekki. Ég get ekki nefnt einn hönnuð. Hefur kastið það bara yfir. Herru, Hjöppi, við eigum svarréttin sko. Þið getið þetta ekki. Er ekki nóg að segja epal. Þeir eru ekki efna að svara. Þeir eru ekki með þetta. Þetta er Arni Jakobsen. Það er hárið Nei, 2-1. Þið stáluðu. Það er ekki að lesa á þetta egg. Ok Er það með apan líka? Ég held þetta standi ekki á egginu sann sko. Hann merti það ekki. Ok, 3-2 Hjöppi núna. Hjöppi og Steindi, frá hvaða bæ sem er svo næst fjölmennast í Færeyjum kemur söngurinn Jekvan Hansen? Næst Klaksvík. Rétt. Hjöppi staðið alveg. Hvernig vissu það? 3-2. Við fengið 0 púnta. Já, Við aldrei heilt að Klaksvík. Jekvan Hansen. Fyrst skipti heyri orðið Klaksvík. Klaksvík. Hvað er þið komin í? 3-2. Ok, auðvitað og Egill. Þetta er upp í 10. Ekki 15. 15 er svo mikið. Hvað opnaði skyndibitakeðjan McDonald's marga staði á Íslandi áður en hún kvaddi land og þjóð? 2. Ég meina, Bitu voru í smáranum eða ekki, nei bitu, það fór aldrei þangað. Þetta er bara niður bæ og hérna Var McDonald's í kringlunni? Skeifan. Já, sem var niður bæ. Já, var ekkert með McDonald's í kringlunni? Sko, þetta eru 2 eða 3. Fóruð þér aldrei í smáran áður en að metro? Nei, það var bara hvort það hefur verið í kringlunni. Ég borða bara health food, sko, það lesið verið mér, sko. Ég heldur að það hef ekki verið í kringlunni. Eða hvað? Hvað loka svar? Stráka, við þurfum svar. Já, við segjum 2. Það er ránt. Ok, herru, ok. Þeir opnuðu uppræðanlega í Hressó. Þeir opnuðu í Skeifunni. Þeir opnuðu í Kringlunni. Og þeir opnuðu í Smáratorgi í Kópavogi. Það voru Smáratorgi. Þetta voru 4 staðir í allt. En þegar þeir lokuðu, spurningin er hvað voru margir þeir voru lokuðu? Nei, bara hvað opnuðu þeir tótal marga? 4. Hárrétt. Hvað er að skeila? 4. Þetta er það sem ég lifið á sko. En máli er að Hjöppi elskar ekkert meira en góða McDonald's burger sko. Hvað með það? Þetta er geggjaðir borgarar. Valdur spjald fyrir Hjöppi? Þetta var ykkar spjald. Hönnun og skyndibitar. Hönnun og skyndibitar. Þetta var skyndibitar. Hönnun og skyndibitar. Það er önnur mataspurning á ykkur, Hjöppi og Steindi. Hætt að gefa Hjöppa mataspurning. 4-2. Frá hvaða landi kemur fetaostur? Hann kemur frá Greiklandi. Það er rétt. Hætt að lappa Akkur var hann ekki bara farin heima? Það er 6-2. Hvernig vissur að það var Greiklandi? Af því að eiginlega sko öll matarmenning kemur frá Greiklandi. En bólurinn heldur að sé ítalst. Ok, næsta. Ég er með tippað á Ítalíu þar bólurinn sko. Það eru auðvitað og Egill. Hvaða götu heiti í Breiðholti hljómar eins og nafn bresku borgarinnar Newcastle? Það er rétt. Það er komið keppni samt. 6-4. Þá er það Hjöppi og Steindi. Bulland á lífi hérna. Já. Hvað heitir lagið sem Ari Ólafsson söng í Eurovision árið 2018? Ok, þegar við taka þetta aldrei. Ari, hann Veistu þetta? Sunny Day eða eitthvað svona. Manstu hérna Það hétt eitthvað Raise Me Up. Nei. Það er lag með Onyx. Raise It Up. Það er Josh Groban, ekki? Raise me up. Þú ert svolítið Eurovision og kallar okkur. Ég veit þetta ekki heldur. Ari, þetta er eitthvað mjög cozy. Standing Up. Herru, þetta er Our Choice. Ég hefði vitað þetta. Staðan 6-4, ekki? Já, við getum jafna. Við förum í frægar línur. Ok. Í hvaða mynd frá 10. áratugnum segir Dorothy Boyd sem leikin er af Renée Zellweger You had me at hello? Jerry Maguire. Það er rétt. Wow, hey, come on man. Það var þægileg. Er það 6-6? Ok, Steindi og Hjöppi. Þeir byrjuðu náttúrulega. Já. Hvaða lag söngkonunnar Kesha ber sama heiti og samfélagsmiðill og hefst á orðunum Wake up in the morning feeling like P. Diddy?
What's up? Bitu Nei, bitu Býtu, þú mátt ekki svara. Það heitir það sama og samfélagsmiðl. Wake up in the morning night of you. Var það svona? Wake up in the morning Down in the morning Wake up What's up We're saying what's up What's up Það ránt. Veit þú að ég ætla ekki að stóla þessu? Það ekki Facebook, ég lofaði því. Nei, ég held að þetta sé Þetta ekki Snapchat, þetta ekki með Twitter, þetta ekki Instagram. Hvað svona, eitthvað low budget samskiptamiðl? Samfélagsmiðl. Þetta rétt lag sem hún syngja? Já, þetta rétt lag. Bara 5. Já, við segjum bara Instagram. Strákur, þetta TikTok. Goddammit TikTok. Þetta grína skoður veikstum. Hvað er það? 6-6. 6-4. Máli, vorum að drífa okkur. Þetta var ekki gott. Býtu, fyrir Þeir áttu þetta við eigum núna. 20 minútur eftir að þættuna, það er ekki stress sko. Hvað er staðan núna? Við höfum þetta við 100. Og hún er hérna 6-6. Það er upp í 10. Þetta er mjög spennandi. Ok. Hvaða lína sem er jafnframt titill lagsins kemur á eftir eftirfarandi orðum í vinsælu lagi Shania Twain? Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. Shit, ok, þú ert að leika og láta þá fá létta. Hvernig finnst ykkur þessi epli? So you got the touch. Ekki vera stýri svo. Þú er ekki hugmyndum þetta er eiginlega. Þið fengu Steindi, verður hreinskilin, þú er ekki hugmyndum þetta. Nei, en þetta vissi þetta. Já, það er ekki nóg. Bjössi TikTok spurningin var hérna, hún var líka öðvöld. En maður spyrði hennu Þeir byrjuðu, eigum við eina til góðs þá. Þú veist, eigum við það eina. Þegar að gera núna. Við erum alltaf eina inni. 8-6. Þetta er einföld stafræði. Ok, þetta er einföld. Ég er ennþá reyður eftir McDonalds skittunni hjá okkur. Bestu reynar er húkimenn, hann er að flytja það inn sko. Eru tilbúinir Steindi og hérna, við erum í frægum línum. Hvaða orð heyrist 4 sinnum í upphafi lagsins Wake me up before you go með VAM? Alveg í byrjun. Wake me up. Nei, byrju, alveg í byrjun. Viltu ekki bara gefa hann svarið? Shuribab. Nei, Shuribab. Já, hvað er orðið? Shuribab. Það er ekki bara að segja shoot it up sko. Shoot it up. Nei, shoot it up. Þú ert að reyna að fokka okkur upp. Þú ert að spyrja með shoot it up. Shoot it up. Hvað segir? Shoot it up. Þetta er ekki rétt strákar. Ok, blöð, þetta er svolítið Þetta er bara bull, veistu hvað? Hann er búin að gera fáránlega spurningar. Þetta er uppáðast lagið mitt. En ég hef ekki hugmynd það samt. Þetta er besta lag sem ég hef heyrt. Í hvað ekki í byrjun segir hann Já, þetta er Shoot it up. Við segjum bara shoot it up. Það er Jitterbug. Jitterbug. Bill Gates Mótið þessu. Settu erfitt spil þá. Erfitt spil þá. Ekki vera Ég skal gefa okkur erfitt. Við fyrir staðan. Þú mátt ekki 8-6. Við gefa þeim núna 6 stig. Má Hjöppi velja erfiðleika spjaldið við allt í Hjöppi, þú mátt velja. Nei, gleymdu þessu. Ok. Er þið tilbúinir? Egil og Erfitt. Erum við in the lead? 8-6. Veistla? Þið getur unnið. Þið getur unnið, þessu er rétt. Hvaða kona sagði í frægu viðtali árið 1995 við vorum 3 í hjónabandinu svo það var full fjölmennt? Ég var í skotbolta. Þetta er Jóhanna Sigurðardóttir. Nei, sko, þetta er ég ætla að segja þetta er útlenskona. Þetta er heimsfræg kona. Þetta er bara að segja Jóhanna Sigurðardóttir. Ekki gefa þetta. Það stend Þetta er alltaf 3 í hjónabandinu. Er þetta pólitíkus eða ég get ekki að meira Vakir. Hann er bara búin að spila. Er þetta ekki politician? Hún er að tala um þetta er eitthvað pólitíkus. Hvað berst hún með þetta? Þetta er ekki leikona. Við segjum Barbara Bush. Þetta er Diana Þið voru ekki með þetta. Ég veit þetta. Þetta er Diana Prince. Þetta er af því að Kamala Parker Bowles var þarna líka. Þannig að ég fæ 1 stig fyrir þetta. Nei Það skiptir ekki máli. Það skiptir ekki máli. Það er alltaf 2 stig í bóði. Þú ert ekki referee. Nei, það er 1 stig fyrir þetta. Nei Þið fáið hérna þessa spurningu. Hvernig var línan Let It Go þýdd í íslenskri útgáfu lagsins úr Frozen? Ég með þetta, byrju Þú átt stelpur. Þú átt heimskur og veist þetta ekki. Aldrei nóg, byrju. Nei, byrju. Let it go, aldrei nóg.
Nei, býttu Þetta er ránt Meiri snjó Heimskur maður Við segjum það bara Nei, býta þess Sko, ég get ekki, þú veist Nei, við segjum bara meiri snjó Þetta er nóg Herru, við tökum úrslita spurningu Þetta er nóg Það er úrslita spurning Bara berja borðið það Já, það er bara, nei, við fáum bling Erum við ekki 8-6 yfir? Það er 3 hint Höndu upp Það er 3 hint Þannig að það er bara höndu upp Og liðið sem vinnur eða sérst, það vinnur Hvert er nafnið? Stafir nafnsins mynda skammstöfun fyrir hermenn sem týnast í stríði Mía Maja Það er rétt auðviti Við erum victorious Við erum victorious Herðu, þetta segir að ég hef unnið spurningakeppni án Hjöppa og það var á móti Hjöppa How do you like that apples, Hjöppi? How do you like that apples? Hann er svo reyður Hjöppi, sér þessi appli hérna Þú mátt eiga þig FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Við erum hér ennþá í bóði Túborg, Slippfélagsins og Keiluhallarinnar og Pubquiz 2 spilið. Það eru 9 meistarar hérna í stúdíónu, það er ég og Egill og hérna við glemdum Við erum kallað bara Team Blondale. Já, við þökkum ykkur fyrir drengilega keppni, Steindi og Hjörvar. Já, takk fyrir það. Ég, sko, og frábær spyrill, Björnbræði. Við vorum kaldir. Það er málið, við vorum bara komum kaldir inn í dag og ég ætla að segja það líka Blöð og þú verður að vera hinskilinn. Við fengum erfiðara spjöld. BBK, þú ert frábær spyrill. Takk kærlega. En það var líka svo fallegt að Hjörpi talaði síðast það í hátinu. Ég hef aldrei unnið spurningkeppni á hans að vera með honum í liði. En Hjörpi segir alltaf gott silfur gulli betra. Það ekki, Hjörpi er ekki saman. Hjörpi ætlar ekki að tjá sig. Nei, hann er brjálaður. En sko, við ætlum enda þáttinn á virtasta dagskrárliðið FN 95 Blöð frá upphafi og það eru sturlaða staðreyndir. Allir saman hérna og þetta er eini liðurinn sem hefur verið með okkur frá upphafi. Sveið mig þá. Er þið tilbúinir? Er ein manjör? Ég manna ekki. Það verður að vera hrossaskítur. Búðum til. Alltaf. Ok, þá fer ég að semja á staðinu, það verður eitthvað hræðilegt. Að loka hurðinu á herbygginu er örugara ef það skildi kvikni. Þannig að þú átt að sofa með lokað herbyggi. Já, það er að því að er það ekki, þú veist, súrefnið bústar eldi. Ekki, please, Steindi. Skilur mér að það brotna. Heyrðu, eins og í backdraft á þessu myndu. Ef það kveiknar í, þá brýtur ekki rúðu, sko. Hjöppi, taktu grímuna niður. Að gefa krakkaðinu snjallsíma sömu áhrif á heilan og gefa þeim kókain, gramma kókaini. Það verður það glöð að vísindamenn segja þessi sömu áhrif og bara þau myndu fá kókain. Ég gaf krakkanum með snjallsíma daginn, var það að gefa henni bara eins og eitt ekki? Ég gaf krakkanum mínum kókain. Nei, það verður að segja þetta er sömu áhrif á heilan, það verður það glöð. En byrja þetta tala þá að gefa krakkarnir, þetta er bara svo að gefa þeim ég og það? Nei, Jesus, ég nefnir sér ekki lengur maður. Aðeins og margir jólatúborg farnir niður hérna. Það er svakalegt samt að það er þannig, sko. Svín geta orðið alkoholistar og það er bara sannast hérna í stúdíónu. Nei, skota á alla. Akkur þetta skota á mig? Nei, ég spurði það bara. Svín geta verið alkoholistar. Er þetta Stóni? Þú elskar svín. Ég elskar svín. Vissur þau geta orðið alkar? Ég trúi því, af því að þau eru bara svo gáðið, sko. Þú veist, ég trúi því alveg þau geti svona þróað með sér svona fíknihegðun, sko. Borðar þau svín? Nei, ég hef gert það í 11 ár. En af hverju elskar þau svín? Hvernig byrjaði það? Ég veit ekki eins og ég bara, þú veist. Þetta er ekki einhver joke, eða? Nei, ég ætla bara á 10 sekundum. Ég ætla að sína þér hérna Explorer mitt á Instagram. Það eru bara svín, sko. Það er það sem ég hef verið að skoða. Það eru bara svín, sko. Ég hef líka, þú veist, BBK, ég ætla ekki að vera leðilegur en það er bara svín hjá þér á Explorer. Hvað elskar svo mikið svín? Ég veit það ekki, þau eru bara svo geggjuð. Þau eru gáfuð og falleg. Og Bjössi George Clooney átti svín. Ég veit það. Max. Það er í alvörunni draumurinn minn að eiga pet pig. Máttu eiga? Það er nefnilega, ég vil komast að því. Ef einhver er úti getur frætt mig um það, þá vil ég vita. Hóftu litið svín? Já, en sko, ég held að þetta sé skemm með minipigs. Ég held að verða alltaf svona stór. Og ég bý eitthvað neyri í miðbæ. Ég get eitthvað með, þú veist, 200 kíló svínar. Það er mjög skrítið, sko. Björn Bræði, þú mátt ekki svara núna. Ok. Það eru jarðskjálftar á tunglinu. Ég spyr ykkur, Hjöppi er hættur að tala og komið grímun á sig. Hvað kallast það? Ekki tunglskjálftar. Það er hárrétt í þér. Thank you. Þetta er ekki earthquake, þetta er moonquake. Jean Calment, sem er elsta manneski Hjálpar að segja Jean-Claude Van Damme. Já, helst það. Það var ekki út myndu daginn. Þetta er alveg að búið. Jean Calment, sem er elsta manneski allra tíma, reykti sígarettu frá 21 árs aldri til 117 ára en hún dó 122 ára.
Já, ég meina, akkur hættur þetta? Ég spyr bara sjálfum á því á hverjum deg. Ég er bara næði kjötuna. Rafmagnsstólinn var fundin upp á tannlæknir. Var ekki eitthvað pyntingatengt eða? Örugglega á sínum tíma. Tannlæknir mjög góður að pynta fólk Ég er enda með geggjaðan tannlæknir. Það Haldís Jóns Jónsson brósinu, mæli með henni. Því lengur sem þú horfir á því í spegli, því myndalegri finnst þér þú? Þessu er ég ekki sammála. Já, nú er ég bara hinskil. Það er skellur. Finnst þú bara ljótari með hvernig þú horfir á það? Já, sko, því lengur þú starraði spegli maður gerir sér bara svona eins fínum mann og getur og svo drýma sér út. Það ekki? Þannig að þú verður ekkert sætari og sætari þá horfir lengur. Og ekki, meira sem líður á daginn því verður líka. Það, ég er ósammála því. Er það? Mér finnst maður að vera betri svona eftir því sem líður á daginn. Ekki ég er sammála því. Nei, maður vaknar eitthvað old puffy. Já, ég veit það, sko, maður vaknar bjúaður en svo ertu samt, sko, svona 5-leiti þá ertu samt fann að, sko, ég er með -2, sko, með fara svíði á augun og ég er með plus örgulega 8 eða eitthvað, sko, ég er bara En það er komið að lokun hér í þessum 10 ára afmælisvætti. Hvað er loka lagið, Blondell? Það er óskalag fyrir Hjöp og það er ekki gamalt lag. Hjöppi bað mig að spila eitt nýtt sem hann dýrkar á stöðinni og ég ætla að verða þetta fyrir bón. Árakveður, þá verðum við fengum afmælisgjöf. Já, við þurfum að þakka okkur uppáhaldsmanni, hann er búin að hlusta frá upphafi. Herðu, hann heitir Palli og hann gaf okkur sko risastóra svona móetflösku og Palli gefur okkur þetta á hverjum einasta afmælisdegi. Þetta er okkar besti maður. Palli, takk fyrir okkur. Hann hefur gefið okkur þetta í mörg ár, hann man alltaf eftir afmælinu. Ég veit. Hann er geggjaður. En ef við geymum hana hérna, þá ætlum við Rikki drekkana, annars veit ég hvað við gerum við. Við þurfum samt sko við hefðum fagnað í kvöld ef að mamma mín var ekki að gifta sig. Erum að gifta sig í kvöld? Já, Halli Humar fór á hnýinn. Það er bara brúðkaupsveisla. Ástæðan fyrir ég þarf að bruna þeirra því hún byrjar eftir klukkutíma og ég eftir að fara heim í sturtu og í föt. Við tökum hana með okkur. Takk kærlega fyrir hlustunina í dag. Og svo er pókin Pókin fjárfestingar, já. Hjöppi byrjar að tala aftur. Hjöppi er þetta með rosalega bókin. Stengi þarf að lesa þessa fjárfestingabók, sko. Fortuna Invest bókin ekki selja á rauðum degi er rosalega. Ég er að fara að lesa fjárfestingar. Flakka til, brefin eru rauð. Sko, ég er með risa fréttir fyrir þá sem eru áskrifendur að blökastinu. Þórólfur verður hjá okkur á þriðjudaginn. Þannig að tekja því, annars verður mættir hér næsta föstudag. Ég verð að bruna heim. Þórólfur, hann er að fá erfiða spurningar. Akkurat, takk fyrir hlustunni í dag og já, bara takk fyrir 10 ár maður. Hjöppi, þetta er fyrir þig, þú baðst um þetta.